ganga síðustu daga hjá þér? Þetta bara búið að ganga mjög vel. Fyrstu dagurum var svolítið sjokk svona þegar við komum inn í eitthvað huge batteri og strax á fyrstu æfinguna og það var svolítið við sem er kameruvinnsluna þar, þannig að við þurfum að eyða tímanum svolítið mikið að lagfæra kameruvinnslu og svo fór ég beint þaðan í svona stórt blaðamannaherbyggi og svo beint þaðan í svona einkaviðtöl. Þannig að fyrstu dagar var svolítið ótrúlega mikið keyrsla og sjokk en síðan núna er maður farin að venst þessu og þannig að þetta er bara ótrúlega gaman og mann langar ekkert að fara heim. Er þetta mikið áreiti af blaðamönnum? Já, svolítið en það er mjög gott að hafa Valla með manni þegar hann bara stjórnar þess algjörlega. Maður þarf ekki að hafa ágjörð á því. Hvað með allan hópinn? Er ekki allir að skemmta sér og hafa gaman? Jú, hópurinn er ótrúlega þéttur og verður bara eins og stór fjölskylda og ótrúlega gaman. Segðu mér aðeins svona í stuttu máli bara, hvernig var að mæta á Rauða Dregilinn í dag og segðu mér aðeins frá því? Já, það var náttúrulega rosaleg upplifun að fara á Rauða Dregilinn. Maður upplifði sig bara eins og eitthvað stórstjörnu sem maður lappaði út í bílnum og bara klappaði sem maður væri bara Beyoncé eða eitthvað. Þannig að það var ótrúlega gaman og svo fyrst gert ég að maður myndi bara lappa í gegn en síðan var þetta svona bara endalaust að viðtölum alla leiðina. Það var mjög langur Rauður Dregill þannig að þetta tók alveg sinn tíma en mjög gaman samt. Svo framhaldið á morgun, hvernig verður dagurinn á morgun hjá þér? Já, við ætlum að byrja á viðtölum og svo byrjum við á æfingu hópurinn saman bara på hóteli og svo er ég bara að syngja á Euroklubnum kvöldi. Finnur þú fyrir ákveðnu peppi að heiman? Já, mér finnst fólk almennt mjög jákvætt og mikill stuðningur að heiman, þannig að